Þetta þá hafa borga áfengis- og vímuefnasjúklingar rúma 10 milljarða í ríkissjóð á hverju ári. SÁ fær 2. Þannig að ríkinu vantar ekki pening í þennan málaflokk. Það vantar að skila peningunum sem við borguðum inn og við eigum skilið að fá þjónustuna. Persónulega það ekki afstaða flokksins, ég hlynntur því. En það bara þannig. Hlynntur? Lögleyfingu. Já. Við eigum að stíga slík skref. Ég held að það að hafa svona stóran hluta af neyslunni inn í glæpaheimum bara of dýrt og sársaukafullt og erfitt. Varðandi skaðaminnkun þá ég bara all for it. Ég bara vara hins vegar við því að fólk heldur að neyslurými komi í staðinn fyrir meðferð. Að aðstoða fólk sem í neyslu komi í staðinn fyrir meðferð. Og bara vara sérstaklega við því. Því að stundum heyrir maður umræðina bara fara út í það eins og þetta sé lausn og við eigum að spara þá meðferðina. Varðandi skaðaminkuna þá finnst mér að við ættum líka að hafa eitt í huga sem að þetta sjúkdómur sem lemur fólk niður félagslega og fjárhagslega og bitnar á fjölskyldu og börnum. Að skaðaminkun gagnvart börnum alkohólista og börnum sem alast upp á heimilum með foreldrum með skerta foreldragetu eða veika foreldragetu, það skaðaminkunaraðgerð. Að það sé ókeypis matur í skólum, að tómstundir séu ókeypis, að draga úr mismun milli þeirra sem koma af efnuðum heiminum og þeirra sem koma í skólana illa nestuð. Þetta snýst líka stuðning við nám og eitthvað fleira. Þetta snýst stuðning við þá sem í framhaldsskóla, að þeir sé ekki reknir úr námi að þeir eru áfengis- og vímuefnasjúklingar. Við verðum að hafa kerfi sem við verðum bara að vita það að börn koma frá slíkum heimilum og það ábyrgð samfélagsins að taka á móti þeim, að hvaðan þau komi valdi því ekki að þau hafi færri tækifæri heldur en aðrir. Varðandi peninga að þá innheimt áfengisgjald. Á næsta ári verður teknir 26 milljarðar, 26.000 milljónir og 750 viðbótar. Það erfitt að meta það hvað áfengis- og vímuefnasjúklingar drekka mikið af þessu. Ég tók svona mat sem var frá Bandaríkjunum á sínum tíma meðan ég var hjá SÁ. Og mér sýnist að mörguleyti drekku við líkara Bandaríkjamönnum heldur en mörgum Evrópuþjóðum, þannig ég notaði það. Og þá var sagt að 80% af magninu drukkið af 20% af fjöldanum og þar eru áfengis- og vímuefnasjúklingar og þeir sem í ofneyslu. Miðað við þetta þá hafa borga áfengis- og vímuefnasjúklingar rúma 10 milljarða í ríkissjóð á hverju ári. SÁ fær 2. Þannig að ríkinu vantar ekki pening í þennan málaflokk. Það vantar að skila peningunum sem við borguðum inn og við eigum skilið að fá þjónustu fyrir.